Góðan daginn, ég heiti Ragnar Benedikta Garðarsdóttir og ég dósent við sálfræðideild Háskóla Íslands og ég ætla að kynna MS-námið okkar í hagnýtri sálfræði. Fyrst og fremst ætla ég að fókusera á það, en ef mér gefst tími þá mun ég ræða aðrar leiðir sem hægt að fara fyrir þá sem eru með BS-gráðu í sálfræði. Framhaldsnámið okkar, það hefur verið í stöðugri þróun undanfarin ár og endurspeglar núna vel þá þekkingu sem er innan deildar okkar, sálfræðideildarinnar, en starfsfólki þar rannsakar í rauninni allt sem viðkemur manninum, mannlegri hegðun og skynjun, allt frá því hvernig augað virkar og alveg út í loftslagsbreytingar og allt þar á milli. Við erum með þetta mastersnám sem heitir hagnýt sálfræði, sem skiptist í 4 kjörsvið. Það klínísk sálfræði, skólar og þroski, félagsleg sálfræði og meginleg sálfræði. Þetta það sem ég ætla mest að tala í dag og í þessari röð. Í þetta nám eru teknir samtals 35 nemendur á ári. Þetta fullt nám og 2 ár og það ekki hægt að stunda þetta nám í fjarnámi. En það eru sem sagt 20 nemendur af þessum 35 teknir inn í klíníska sálfræði á báðar línur, sem sagt 10 á barnalínu og 10 á fullorðinslínu. Og svo eru 15 nemendur samtals á öll hinn 3 kjörsviðin. Þannig að það svolítil samkeppni þarna. Inntökuskilyrðin í allt mastersnámið okkar fyrsta einkunn úr BS eða BA námi. Fyrir klínísku sálfræðina þarf að vera með BS eða BA próf í sálfræði til 180 eininga. Það sama gildir hinn kjörsviðin nema það hægt að vera með sálfræði sem aðalgrein og einhverja aðra aukagrein til 60 eininga ef að það nám, sem sagt aukagreinin, hefur mjög skýra tengingu við námið sem að þið eruð að sækja Við biðjum ykkur þegar þið skrifið umsóknin ykkar að taka það skýrt fram á hvaða línu þið eruð að sækja námi, sem sagt hvaða kjörsviði og innan klínísku, hvort þið eruð að sækja fullorðins eða barnalínuna. Byrjum á klínísku sálfræðinni. Eins og ég segi, þá skiptist það nám í 2 línur, börn og fullorðna. Þetta nám veitir réttindi, sem sagt, uppfyllir skilyrði íslenskra laga réttindi til þess að starfa sem sálfræðingur. En sálfræðingur lögverndar starfsheiti og það þarf að sækja réttindi til þess að starfa sem slíkur. Markmið með þessu námi að nemendur geti þekkt, greint og meðhöndlað sálrænan vanda, bæði hjá börnum og hjá fullorðnum. Og þessi meðhöndlun og greining og allt það þarf að fara fram með viðurkenndum gagnreyndum aðferðum. Það hefur líka verið að leggja áherslu á að nemendur geti öðlast færni til að stunda rannsóknir. Þannig að í þessu námi fær fólk einnig góðan grunn að mögulegu doktorsnámi í framtíðinni. Og markmiðið náttúrulega eðlilega að námi lokni þá hafi nemendur alla þá hæfni og færni sem þarf til þess að geta starfa sem sálfræðingur á Íslandi. Skipulag námsins, eins og ég sagði áðan, þá þetta 2 ár. Starfsþjálfun alveg 4/4 af náminu, það 30 einingar og starfsþjálfunni fer fram annars vegar í því sem að heitir sálfræði ráðgjöf, Háskólanema, Háskóla Íslands, sem að svona ráðgjöf fyrir nemendur Háskóla Íslands. Og nemarnir okkar í klínu fá þjálfun í klíniskri meðhöndlun og greiningu innan þessara sálfræði ráðgjafar. En þau sækja líka starfsþjálfun utan háskólans, sem sagt á Landspítalanum, Reykjalundi heilsugæslustöðinni, kvíðameðferðarstöðinni. Það ýmsir staðir sem að nemendur okkar hafa verið að sækja starfsþjálfun til. En það nú ekki fyrir á seinna árinu. Á fyrsta árinu þá byrja nemendur á því að sækja námskeið í öllu því sem að þarf að kunna. Það sálmeinafræði, meðferð, sálfræðileg próf, greining og mat og vanda, kortlagning, viðtalstækni og svo starfsþjálfun örlítið á fyrsta árið. Nemendur að taka sín fyrstu viðtöl á fyrsta árinu bara til þess að þjálfa tæknina.
og þarna fara nemendur líka í hlutverkaleiki og það mikil hópavinna til þess að reyna að ná tökum á námsefni. Nú á seinna árinu tekur starfsþjálfun við og lokaverkefni. Rannsóknarverkefni, lokaritgerðin, 30 einingaverkefni og venjulega eru nemendur að koma inn í rannsóknir sem að verið að gera hvort þið í deildinni. Þannig að koma inn sem aðstofamenn í rannsóknum prófessora og dósenta við deildina og eru að rannsaka ýmislegt. Það allt frá til dæmis meðferðar árangri upp í greiningar tæki og svo líka geta nemendur unnið lokaverkefni í samstarfi við aðra kennara innan deildarinnar, svo sem í skynjun eða þroska, jafnvel félagslegri sálfræði eða mælingafræði og svo framvegis. Nú að námi loknu þá munu nemendur vera með þá hæfni og færni sem þarf til þess að geta starfað sem sálfræðingur á Íslandi. Næst ætla ég að kynna félagslegu sálfræðina. Þetta kjörsvið hefur skipt nafn tvisvar sinnum og það vegna bara mönnunar í deildinni sem að við höfum verið að breyta örlítið áherslunum í þessu námi. Aftur á móti hefur inntak námsins í grunninn eiginlega ekkert breyst. Hér eftir sem áður er markmið námsins að kenna félagssálfræði og undirgreinar hennar. Þannig að nemendur munu hafa góðan skilning bæði á kenningum, rannsóknarniðurstöðum og rannsóknaraðferðum félagssálfræðinnar og við leggjum sérstaka áherslu á það að þau læri að beita kenningum til þess að leysa vandamál. Ekki bara lesa kenningarnar heldur nota þær. Við erum að takast á við mjög víð, svona ólík viðfangsefni, allt frá þeim undirgreinum félagssálfræðina sem heita stjórnmálasálfræði, neyslusálfræði, umhverfissálfræði, atferðleysvísindi, en við munum einbeita okkur alveg sérstaklega að þeim undirgreinum sem heita umhverfissálfræði og heilsusálfræði. Þannig að þeir nemendur sem hafa brennandi áhuga á umhverfismálum, heilbrigðismálum, ættu endilega að reyna að sækja þetta. Markmiðið að mennta fólks getur unnið bæði verið ráðgjöf í opinberu stofnunum eða einkafyrirtækjum og fólk sem getur unnið við grunnrannsóknir og hagnýtar rannsóknir. Þetta nám á að veita mjög góðan rannsóknargrunn undir doktorsnám. Nú eins og ég sagði það þjálfum við fólk líka í að beita kenningum til þess að takast á við samfélagsleg vandamál og þau læra sem sagt að hanna gagnreynd inngrip samfélaginu til góðs. Og vegna þess að við erum svo mikið að velta fyrir okkur samfélaginu og áhrifum samfélagsins á hegðun, hugsun, heilsu og líðan, þá þjálfum við nemendur í að hugsa samfélagið á gagnrýnin hátt, gagnrýnin og uppbyggilegan hátt, vegna þess að það eru þar ekki síst sem að inngripin þurfa að eiga sér stað. Nú, þetta nám sem sagt 2 ár eins og hinn og námskeiðin, skyldunámskeiðin sem að nemendur sækja á fyrsta árinu eru fyrst og fremst aðferða og tölfræði námskeið sem að leggja grunninn að allri þekkingunni. Þetta eru námskeið sem að kjörsviðin 3 sem ekki klínísk sálfræði taka öll saman. Allir nemendur á þessum 3 kjörsviðin taka þessi námskeið saman. Það eru líkön fyrir undirliggjandi breytur 1 og 2 og svo gerð sjálfsmatskvarða. Nemendur þessa kjörsviðs taka síðan 2 námskeið spesifíst í félagslegri sálfræði. Það fyrra heitir Samfélag og heilsa og það fjallar kenningar og rannsóknaraðferðir félagslegra sálfræði með sérstakri áherslu á umhverfið og heilsu og það hvernig hugmyndafræði, gildi og viðmið samfélagsins hafa áhrif á það hvernig við hugsum, hvernig okkur líður og hvernig við hegðum okkur, ekki síst.
Eftir áramót förum við síðan í það hvernig má nýta þessa kenningar og þessar rannsóknaraðferðir samfélaginu til góðs. Og þarna eru nemendur virkilega fyrst að læra hvernig kenningarna virka með því að beita þeim á raunveruleg samfélagsleg vandamál. Sem dæmi eru nemendur núna að vinnað verkefnum til þess að reyna að draga úr textílsóun, til að reyna að draga úr kjötneyslu, nikotínpúðanotkun og ýmislegt annað sem að þau eru að takast á við. Utan deildar geta nemendur valið það hvaða námskeið þau sækja bara til þess að dýpka sinn áhuga, sitt áhuga svið og mennta sig betur í sínum áherslum til að undirbúa sem best sitt eigið lokaverkefni. Það er hægt að sækja námskeið innan lýðheilsu vísinda eða umhverfis- og auðlindafræða og víðsvegar í öðrum deildum Háskóla Íslands. Þannig að þetta er fjölbreytt en samt sem áður hnitmiðað til þess að hver og einn nemandi geti dýpkað sig á sínu áhuga sviði innan félagssálfræði. Lokaverkefni geta verið ýmist 30 eða 60 einingar og þau geta verið grunnrannsókn eða hagnýt rannsókn sem þá jafnvel unnin í samstarfi við starfsþjálfun og stöðvarnar. Þeir nemendur sem taka 30 eininga lokaverkefni, þeir geta sótt starfsþjálfun hjá einhverjum af samstarfsstofnunum okkar sem eru til dæmis umhverfisstofnun, það hefur verið velferðarsvið Reykjavíkurborgar, rekstrarsvið Landspítalans, svo eitthvað sé nefnt. Og í tengslum við þá starfsþjálfun í boði að vinna lokaverkefni. Næst ætla ég að tala kjörsviði skólar og þroski. Þetta er nám sem að lengi var í rauninni beðið eftir. Markmið námsins að fylgja eftir uppsafnaðri þörf fyrir fólk sem að getur unnið að snemmtækri í hlutun og beitt gagnreyndum aðferðum innan skóla kerfisins til þess að vinna með börnum og foreldrum og kennurum sem að þurfa aðstoð. En þetta sérstaklega vinna með börnum sem þurfa stuðning í námi af einhverju leyti. Hitt markmiðið með þessu námi að veita góðan rannsóknargrunn fyrir doktorsnám og það fæst með því að kenna fólki almennlega tölfræði og rannsóknaraðferðir og aðferðafræði. Þarna verið að beita gagnreyndum aðferðum og til þess þá þarf að læra aðferðina fyrst. Á þessu kjörsviði megin áherslan á að mennta fagfólk sem að getur sem sagt veitt ráðgjöf, stuðning og eftirfylgd fyrir nemendur og kennara og foreldra á 3 sviðum. Það eru námsörðuleikar og þroskafrávik, það eru hegðunar og tilfinningavandi og svo áhættuþættir sem að tengjast málþróun og læsi hjá nemendum sem náttúrulega grunnurinn að allri frekari menntun í lífinu í rauninni. Þetta náms eins uppbyggt að því leiti að fyrsta ári fer að mestu leiti í námskeið og seinna árið í lokaverkefni og val. En skyldunámskeiðin á fyrra ári fjallaði hagnýta atvillisgreiningu, áhættuþætti sem að tengjast málþróska og læsi, skólasálfræði og svo sterkan grunn í aðferð og tölfræði. Það eru þessi 3 námskeið sem að kjörsviðin 3 sækja saman. Seinna árið fer sem sagt í annarkvart 30 eða 60 eininga lokaritgerð og svo lokaritgerð getur verið ýmist unnin í samstarfi við starfsþjálfunarstöð eða bara í samstarfi við einhvern kennaradeildarinnar. Og þarna líka hægt að sækja valnámskeið á seinna árinu fyrir þá sem eru með 30 eininga lokaverkefni. Starfsþjálfunin, hún hefur gengið þrjusu vel hjá þeim og hefur verið á ólíkum stöðum eins og hjá skóla- og frístundasviði Reykjavíkur, velferðarsviði Reykjavíkur, Menntamálastofnun, miðstöð máls og læsis og ólíkum þjónustumiðstöðum hér á höfuðborgarsvæðinu aðalega. Nú líka hjá stefnumótandi aðilum. Lokaverkefnið getur verið handrit að grein til birtingar og oft eru þessi nemendur að koma inn í rannsóknarverkefni sem að nú þegar verið að vinna á sviðinu.
síðast en ekki síst ætla ég að tala megindlegu sálfræðina. Þetta það kjörsvið sem að fókuserar á aðferðafræðina og tölfræðina sem að eru grunnurinn að allri þekkingu í sálfræði. Ef að við værum ekki með almennilega grunn að mælingum og rannsóknum þá hefðum við ekki þá þekkingu sem við höfum. Viðfangsefni megindlegu sálfræðinar eru fyrst og fremst sálmælingar eða psychometrics eins og það heitir. Það er hönnun, rannsókna og hvernig sniði á að beita, hvernig sniða á að nota og svo greining gagnana. Þannig að það er að búa til mælitæki, búa til rannsókn og vinna svo úr gögnunum. Þetta nám hentar þeim sem að hafa brennandi áhuga á rannsóknum yfir höfuð, alveg á sama hvaða sviði sálfræðinar þær rannsóknir eru. Það getur hentað nemendum mjög vel að til dæmis mennta sig almennilega í megindlegri sálfræði áður en sóttur doktorsnám fyrir þá sem ætla þangað, vegna þess að þá þeir komið með þann grunn sem þeir virkilega þurfið til þess að stunda sjálfstæðar rannsóknir. Þeir sem hafa útskrifast af þessari braut hafa verið að starfa við fyrirtæki eða opinberar stofnanir sem að safna og greina gögn. Þetta er Hagstofan og svona kannanafyrirtæki, svo eitthvað sé nefnt. Innan þessa kjörsviðs hefur verið svona dálítið öflugt félagslíf vegna þess að þarna er svona eins konar lab, svo í sletti, af mastersnemum, doktorsnemum og jafnvel grunnnemum sem að vinna saman að því að leysa vandamál eða mál viðfangsefnin. Allir skapandi nemendur geta fundið sér vel í þessu námi. Þetta nám er skipulagt alveg eins og hinn það eru 2 ár, þar sem að fyrra árið fyrst og fremst námskeið. Skyldu námskeiðin innan kjörsviðsins er málstofa í megindlegri sálfræði 1 og 2 og svo eru valnámskeið sem eru fjölmörg. Það er hægt að velja forritun, það er hægt að velja tölvunafræði, gagnagreiningu. Þannig að það er hægt að velja námskeið eftir eigin áhuga áherslusviðum og svona í samræmi við lokaverkefnið. Starfsþjálfun innan megindlegu sálfræðinar hefur farið fram á ólíkum stöðum, en innan megindlegu sálfræðinar er starfrækt rannsóknarsetur í aðferðafræði sem hefur verið skammstaða RAHÍ og allir meistaranemar í megindlegu sálfræðinni eru hluti af þessu rannsóknarsetri. Og setri tekur að sér alls konar flókin úrvinnslu efni, aðferðafræðileg og tölfræðileg verkefni fyrir utanaðkomandi aðila og þau sinna líka verkefnum innan þess sem að heitir prófastofa heilbrigðisvísindasviðs, þar sem tekin eru saman öll mælitæki sem að heilbrigðisvísindafólk notast við. Þarna er hægt að vinna lokaverkefni á þessum 3 áherslusviðum, próffræðilegt mat á ólíkum hvörðum, hversu vel hvarðar hafa nýst í raun og veru í greiningu og hvort séu orðnir úreldir til dæmis. Lokaverkinni geta líka verið á sviði aðferðafræði eða hagnýtrar tölfræði. Það er verið að kanna sem sagt gagnsemi hvarða. Í hagnýtu tölfræðinni er til dæmis verið að gera líkön með Bayesian úrvinnslu og ýmislegt annað. Þarna er verið að vinna með hugbúnaðarlausnir, þróaðar hugbúnaðarlausnir sem að byggja á Git eða sambarilegum hugbúnaði. Ég lofaði því að ef ég hefði tíma, þá myndi ég fjalla annað framhaldsnám í sálfræði sem að stendur nemendum til boða sem að eru með grunn í sálfræði. MS-námið, einstaklingsbundna MS-námið í sálfræði er ekki hluti af þessum hagnýtu kjörsviðum. Þetta virkar aðeins öðruvísi. Þarna er námið skipulagt sem rannsóknarnám í samvinnu við leiðbeinanda. Til þess að sækja þetta nám þá þarftu að vera komin í samstarf við einhvern leiðbeinanda sem er tilbúin til þess að vinna með þér að tilteknu rannsóknarverkefni. Þetta er það nám sem að skynjunar og taugavísindafólkið okkar hefur fyrst og fremst verið að senda sína nemendur í
og þunga meðan námsins rannsóknarverkefni og að skrifa greinar eða ritgerðir sem að byggjast á þessu rannsóknarverkefni. Og það mjög ólíkt eftir því með hvaða leiðbeinanda fólk að vinna, hvaða námskeið þau taka og sækja. Aðgangskröfurnar þarna eru sambærilegar, það að segja við biðjum fyrstu einkunn og það má vera með sálfræði sem aðalfag og einhver aðra aukagrein ef að hún hefur skýra tengingu við verkefni, rannsóknarverkefni sem að á að vinna. En ég endurteka það þarf að vera búið að hafa samband við leiðbeinanda til þess að fá leyfi til þess að innrita sig á þetta. Nú, sálfræði deild líka í mikill samvinnu við menntavísindasvið við tvær námsleiðir í henni sem standa nemendum til boða. Annað það annars vegar hægt að fara í masters eða diplómanám í hagnýtri atferlisgreiningu. Það nám stendur líka öðrum nemendum til boða sem eru með annað grunnnám heldur en sálfræði. Og þar verið að útskrifa fólk til þess að vinna að ráðgjöf eða aðstoð við með einhver tiltekinn vanda, þroskavanda eða hegðunarvanda. Og svo það menntun framhaldsskólakennara sem líka í samvinnu við menntavísindasvið. Þar verið að kenna fólki að verða framhaldsskólakennarar, sálfræðikennarar í framhaldsskólum. Og þetta hafa margir nýtt sér og mjög skemmtilegt nám. Nú, að lokum vil ég biðja ykkur endilega að hafa samband við okkur ef þið hafið einhverja spurningar. Fyrst við getum ekki hitt ykkur í eigin persónu, þá biðjum við ykkur að hafa samband við okkur endilega. Skoðiði heimasíðuna okkar, sál.h.is, Instagramið og Facebook og svo framvegis og þarna á skjánum má sjá við hvernig þið hafa samband fyrir þessi ólíku kjörsvið okkar, klínuna, skólaþroska, félagslegu og megindlegu. Og svo hún Gabriela með hagnýtu atferlisgreininguna. Og ég þakka bara fyrir mig.